50 milljarða króna skuldir æðstu stjórnenda Kaupþings voru afskrifaðar nokkrum dögum fyrir þjóðnýtingu bankans. 50 milljarða króna skuldir æðstu stjórnenda Kaupþings vegna hlutabréfakaupa í bankanum voru afskrifaðar. Það var gert skömmu áður en bankinn fór í þrot og hann þjóðnýttur. Lóa Pind Aldísadóttir. Sögusagnir grassera í ástandi eins og nú ríkir á Íslandi. Ein sú að æðstu stjórnendur fyrrverandi útrásabankana sem tóku himinhá lán til að kaupa hluti í bönkunum hafi fengið lán sín felld niður til að forða þeim frá gjaldþroti. Tölvupóstur hefur farið eins og eldur í sinu manna á milli að yfirmaður áhættustýringar Kaupþings hafi tapað 2 milljörðum og að allar skuldir hans hafi verið hreinsaðar sem og fjölda annarra bankastarfsmanna. Þar segir jafnframt að fjármálaeftirlitið og ráðamenn hafi rökstutt niðurfellingu skuldana með því að ómögulegt yrði annars að manna yfirmannastöður í nýju bönkunum því þar mega gjaldþrota einstaklingar ekki starfa. Fréttastofa kannaði í dag hvað væri hæft í þessum orðrómi sem hefur vakið fjúkandi reiði hjá almenningi og hann virðist ekki úr lausu lofti gripinn. Fréttastofa hefur heimildi fyrir því að stjórn gamla Kaupþings hafi skömmu fyrir þjóðnýtingu bankans fellt niður skuldir æðstu stjórnenda, lán sem voru tekin til að fjármagna kaup í bankanum. Það á huldu hversu margir fengu þessa lúxusmeðferð að skuldum þeirra hafi verið sópað út af borðinu en talið að þeir hlaupi á tugum. Gríðarlegar fjárhæðir munu hafa verið felldar niður með þessum hætti og samkvæmt heimildum fréttastofu munu endurskoðendur bankana hafa rekið augun í að þarna væri maðkur í mysunni. Samkvæmt heimildum fréttastofu ekki útilokað að mál verði höfðað gegn stjórn gamla Kaupþings til að ógilda niðurfellingu skuldana. Forstjóri fjármálaeftirlitsins vildi ekki koma í viðtal vegna þessa máls en í tölvupósti frá eftirlitinu kemur fram að fjármálaeftirlitið hafi ekki sérstaklega samþykkt niðurfellingu krafna sem tengjast lánveitingum til starfsmanna bankana. Fréttastofa hefur í dag reynt að ná í fyrrum og núverandi stjórnendur hjá Kaupþingi. 2 núverandi forstöðumenn hjá bankanum staðfestu að þeir hefðu tekið lán til að kaupa hluti í bankanum. Báðir neituðu því hins vegar að lán þeirra hefðu verið felld niður. Og fréttastofa náði ekki tali af Árna Matthísen fjármálaráðherra í dag. Björgvin G. Sigurðsson viðskiptaráðherra gaf ekki kost á viðtali vegna málsins né heldur forstjóri fjármálaeftirlitsins eins og við gátum áðan. Þá náðist ekki heldur í Hreiðar Má Sigurðsson fyrrverandi forstjóra Kaupþings né heldur núverandi bankastjóra Kaupþings Finn Sveinbjörnsson. Stjórn Kaupþings lét afskrifa skuldir fjölda starfsmanna bankans vegna hlutafjárkaupa nokkrum vikum áður en hann var þjóðnýttur. Stjórn gamla Kaupþings lét afskrifa skuldir fjölda starfsmanna bankans áður en hann var þjóðnýttur. Að ræða skuldir vegna kaupa á hlutabréfum í bankanum. Fjármálaeftirlitið segist ekki hafa samþykkt neina niðurfellingu krafna eða trygginga vegna lánveitinga til starfsmannanna. Stjórn gamla Kaupþings ákvað í lok september að afskrifa skuldir fjölda starfsmanna bankans samkvæmt heimildum fréttastofu. Skömmu síðar tók ríkið bankan yfir. Heimildamaður fréttastofu sem ekki vill láta nafn síns getið segir að verulegar fjárhæðir hafi verið að ræða. Sömu heimildir herma að margir stjórnendur nýja Kaupþings hafi verið meðal þeirra sem skuldir voru afskrifaðar hjá. Sigurður Einarsson, fyrrverandi stjórnarformaður Kaupþings, vildi ekki svara spurningum fréttamanns þegar náðist í hann í dag. Ekki náðist í Hreiðar Má Sigurðsson, fyrrverandi forstjóra Kaupþings, né Finn Sveinbjörnsson, forstjóra nýja Kaupþings. Starfsmaður skilanefndar Kaupþings sem fréttastofa náði tali af, vildi ekki tjá sig málið. Gunnar Páll Pálsson sem sat í stjórn gamla Kaupþings segist ekki vita til þess að skuldir starfsmanna bankans hafi verið afskrifaðar. Í svari fjármálaeftirlitsins við fyrirspurn fréttastofu vegna málsins kemur fram að í ákvörðun fjármálaeftirlitsins ráðstöfun eigna og skulda nýju bankana segi að skuldbindingar starfsmanna lúti sömu lögmálum og önnur lán sem fluttust yfir til nýju bankana. Fjármálaeftirlitið hafi ekki samþykkt sérstaklega niðurfellingu krafna eða trygginga vegna lánveitinga til starfsmanna bankana.